Já, komið sæl aftur, við höldum áfram hér í föstudagstættinum og nú ætlum við að snúa okkur að íþróttum og hingað er hann kominn, Guðmundur Smári Daníelsson, velkominn. Takk, takk. Þú hefur verið að æfa frjálsar síðan þú varst 6 ára, hvernig kom það til? Heyrðu, þetta er stór spurning, sko. Já. Hvernig kom það til? Ég bara byrjaði 6 ára, systir mín byrjaði að æfa frjálsar og henni gekk vel og ég hefði alltaf svona keppnisskap til að ná svipum árangri, þannig ég fór bara í frjálsar til að reyna að ná henni. Þú býrðin í Eyjafjarðarsveit, ekki? Jú, það passar. Já. Hvernig eru æfinga aðstæðan þar? Við erum náttúrulega með hérna eitt íþróttahús á Hrafnagili en svo er malar frjálsartahöllur á svæðinu en annars er ekki neitt sérstakt fyrir frjálsar. Nei, en það truflaði ekki í að ná árangri. Þú fórst strax að ná árangri í frjálsum. Já, þetta er svona, ég myndi segja þetta hefur verið bara svona blandaða metnaði og hæfileikum að ná árangri þarna, sko. Það er svolítið, já, á Akureyrarsvæðinu er svolítið erfitt að ná árangri fyrir frjálsþetta fólk af því aðstöðurnar eru ekki sérstaklega góðar fyrir iðkun á frjálsum. Hvað vantar upp á? Svona helst vantar bara frjálsíta höll til þess að fá fleira fólk inn og því eins og til þess fótboltinn er aðalíþróttin í bænum, myndi ég segja, að mínu mati allavega og það kom eiginlega ekki margir litli krakkar inn í frjálsirnar. Nei. Já, það bara vantar betri aðstæður. Það vantar bara höll fyrir frjálsarnar, sko. Já. Þannig að aðstæða skiptir miklu máli, þó maður hafi metnað og hæfileika. Heldur betur. Já. En það hefur nú samt, þú hefur náð mjög góðum árangri og varst bara 14 ára farin að keppa fyrir Ísland, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það passar. Það er bara svolítið líka metnaður í foreldrunum að vilja fara ofta á æfingaferði til Reykjavíkur að æfa í Laugardalshöllinni eða... Þannig að stuðningur foreldræðina hefur skipt sköpum. Heldur betur. Já. Og þú æfir fyrir sunnan þá líka, eða? Jú, ég æfi stundum fyrir sunnan þegar tækifæri gefst, náttúrulega í skóla líka og í 2 vinnum. Stoppum aðeins þarna, hvað ertu að segja? Þú ert í Emma, ég veit það, þú ert að klára í vor, er það ekki? Jú, það passar. Og þú ert að æfa frjálsar og þú ert í 2 vinnum? Já, náttúrulega, kostnaðurinn við þessi er náttúrulega gífurlegur og vera að ferðast bara til 3-4 landa á ári er alveg með miklum kostnaði og þá þarf maður að vinna sér inn í þetta til þess að fá tækifæri til að bæta sig. Já, þú vaknar snemma á morgnana þá? Heldur betur. Og svo þarftu að æfa daglega, er það ekki? Jú, það passar, tvisvar á dag. Hvað er sólarhringurinn þinn langur? Er eitthvað lengri en okkar hinna? Já, bara spurningum að skipuleggja sem þess. Já, það er náttúrulega þetta með árangur, hann næst ekki nefnum með skipulagningu. Heldur betur. Já. Hvað er svona uppáhaldsgreinið þín í frjálsum? Ég er náttúrulega í landsliðinu í tugþraut, þannig að það eru náttúrulega 10 greinar í því. Það var þá ekkert minna en það? Nei, það er ekkert minna en það. En svo er ég náttúrulega í einstaklingsgreinum líka og þar myndi ég segja að uppáhaldsgreinin mín væri spjótkast. Hver er besti árangurinn þinn í spjótkasti? Hann er rétt rúmlega 60 metrar. Já? Yes. Það er náttúrulega gott. Ég myndi kasta svona 15 ef ég næði því, eða 5. Hvernig ferðu að þessu? Er það bara rosalega mikill sjálfsagi? Já. Þetta með góða þjálfara, góða þjálfara? Já, þetta er líka náttúrulega, þjálfarar hérna á Akureyri eru ekkert sérstaklega margir sem kunna sérstaklega góða tækni í spjótkasti, þannig ég byrjaði 2017 og flutti ég til Noregur til að æfa með betri þjálfurum og með topp aðstöð og þar var þjálfarinn minn, pabbi fyrir ólympíumeistara og heimsmeistara og þannig náði við kannski betri árangur þannig, aðeins innsýið þannig. En allt þetta er nú að skila árangri. Nú eru bandarískir háskólar að bjóða þér að koma eða hvað til sín, eða hvernig er það? Jú, það passar. Ég er búinn að fá nokkur tilboð frá mörgum háskólum og meðal annars 2 í New York og ég er að fara núna í mars að skoða hvað þeir hafa að bjóða og það líti allir mjög vel út. En til þess þú þurfir nú ekki að fara í 3. vinnuna til þess að vinna fyrir flugfarinu, þá ertu nú, hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að komast út fjárhagslega? Já, ég er búinn að vera að reyna að senda svona beðnir til fyrirtækja og það gengið mjög vel. Flest öll fyrirtæki styrkja aðeins hópa sem er svolítið erfitt fyrir einstaklingsíþróttirnar og sérstaklega það sem fótbolti er
nú aðalgreinin og stelpurnar að standa sig vel og strákarnir ágætlega. Og það miklu stærri hópur kringum það að safna styrkjum og þá gerir þetta miklu erfiðara fyrir einstaklingsgreinar að fá styrki til að komast alla leiðir. Skulum vona einhver góðhjartaður heyri ákallið þitt og hjálpið til að komast til New York. Hvað langar þig að gera þar? Eða hvað stefnir á í svona háskólanámi? Mér finnst spennandi að fara í viðskiptafræði og skólinn sem ég að stefna á heitir Manhattan College og það er sem sagt mjög sterkur viðskiptafræðiskóli bara rétt við Wall Street, viðskiptastaðinn. Og heldur þessi góð aðstaða fyrir spjótkastara frá Íslandi að vera þarna? Það held ég það toppar allt þarna sko. Leggja mikið markmiði til þess í íþróttirnar og metna íþróttirnar sig. Þannig að þú getur núna í raun og veru valið svolítið hvaða háskóla þú ætlar í? Já, þetta er svolítið svona lúxusvandamál að fá að velja sko. Já. Allt þetta vegna þess að þér að ganga vel í íþróttum? Já, heldur betur. Þetta er flott fyrirmynd. Þú ert flott fyrirmynd fyrir aðra krakka. Já, takk fyrir það. Já, ég bara óska þér góðs gengis og vona að þetta gangi allt upp. Þú komist til New York og heim aftur og getur svo valið réttan og góðan skóla fyrir þig. Takk hérlega fyrir það. Takk hérlega fyrir komuna. Við höldum áfram hér eftir stutta stund.